Þá kemur fyrsti hlutinn af öðrum kaflanum úr kennslubókinni Efnisheimurinn, en þessi kafli heitir Frumeindir og sameindir. Á blaðsíðu 23 í kennslubókinni er að finna frumeindakenningu Daltons sem hann setti fram fyrir það bil 200 árum eða svo. Samkvæmt henni er allt efni gert úr litlum ögnum sem við köllum frumeindir. Og allt efni, þá erum við að tala allt í kringum okkur, allt sem við sjáum, loftið í kringum okkur sem við sjáum svo sem ekki, en þið sjálf, allt sem finna má í kringum ykkur. Það er ekki hægt að búa til svona frumeindir, en það er heldur ekki hægt að eyða þeim. Það verður ekki búnar til úr engu og þeim verður ekki eytt. Frumeindir tiltekins efnis, við skulum ímynda okkur til dæmis vetni, þær eru allar nákvæmlega eins. Það er að segja, þær eru jafn stórar og þær eru jafn þungar. Ef við tökum eitthvað annað frumefni, skiptir þá engu máli hvaða frumefni það er, ekkert annað frumefni hefur frumeindir sem eru nákvæmlega eins og frumeindir vetnis. Frumeindir einhvers annars frumefnis eru því alltaf misstórar og missþungar, ekki eins og neitt annað frumefni. Ef við tengjum frumeindir saman, þá köllum við það sameindir. Það er að segja, sameind eru tvær eða fleiri frumeindir tengdar saman. Þetta hljómar pínulítið flókið ef til vill, en eins og áður þá getum við notað legokaupa til þess að einfalda þetta eins fyrir okkur. Það er hægt að byggja mjög flókna hluti úr legokaupum, en legokauparnir sjálfir, þeir eru mjög einfaldir. En ef við notum nógu mikið af ólíkum kaupum sem gegna mismunandi hlutverkum í byggingun okkar, þá getum við byggt mjög flókna hluti. Það er nákvæmlega það sama með frumefnin. Frumefnin eru ólík með mismunandi eiginleika og ef við röðum saman á réttan hátt, þá fáum við út mjög ólíka en gagnlega hluti. Frumefnin, þau mynda sameindir. Við skulum skoða vetni aftur. Vetni myndar sameindina H2. Það þýðir það eru tvær frumeindir í einni vetnis sameind. H2 er sem sagt vetnis sameind, stakt H væri þá vetnis frumeind. Efnasambönd eru gerð úr tveimur eða fleiri tegundum frumefna. Það er að segja, tvær eða fleiri tegundir ólíkra frumefna tengdar saman, en þær geta verið miklu fleiri. Efnablöndur eru enn og aftur eitthvað sem er svona hrærigrautur af efnum, en þar eru til tvær eða fleiri gerðir af sameindum. Þessar sameindir geta verið frumefni eða efnasambönd eða jafnvel hvoru tveggja. Við notum efnaformúlu til þess að lesa út úr því úr hvaða frumefnum efnasamband er gert. Við gerum það í raun og veru með því að skoða stóru stafina. Hver stór stafur táknar eitt frumefni, en við þurfum að passa að taka litla stafinn með. Það er að segja, ef það er lítill stafur á eftir einhverjum af þessum stóru. Við skulum skoða dæmi. Reyndar er engin lítill stafur segi í þessu dæmi. KNO3 er efnasamband. Þarna má finna 3 stóra stafi. K stendur fyrir kalín. Við getum flett því upp í lotukerfinu aftast í bókinni eða á blaðsíðu 5. N stendur fyrir nitur og O stendur fyrir súrefni. Það er engin tölustafur hérna fyrir aftan K-ið. Það þýðir í raun og veru það er 1K. Engin tölustafur fyrir aftan N-ið. Það þýðir 1N. En 3 stendur hérna með O-inu. Það þýðir 3O. Hver sameind af þessu efnasambandi inniheldur því 5 frumeindir, eina svona og 3 svona, en af 3 ólíkum gerðum. Frumeind er minnsta eining hvers frumefnis. Það er að segja að það er ekki hægt að taka neitt frumefni meira í sundur heldur en niður í eina frumeind. Það einfaldasta sem til er á meðan við erum með frumefni eins og við þekkjum þau. Frumeindir eru hins vegar gerðar úr einhverju. Það köllum við öreindir. En þessar öreindir eru svo gerðar úr einhverju sem við köllum kvarka.
það er hægt að halda lengra áfram en ég ætla ekki að flækja þetta meira hér. Öreindirnar heita róteindir, nifteindir og rafeindir. Hér sjáum við einföldustu frumeind sem til er. Þessi er reyndar ekki alveg eins og þær eru úti í náttúrunni, vetnisfrumeindirnar þar að segja. En hér er ein róteind, ein nifteind og ein rafeind. En eins og þið sjáið, þá eru róteindir og nifteindir stórar og klessa sig saman hérna í miðjunni. Rafeindin er pínulítil og hún svífur hérna í kring. Skulum skoða flóknari frumeind. Natrínfrumeind hefur fleiri róteindir og fleiri nifteindir í kjarnanum og fleiri rafeindir sem svífa um. En við skulum skoða þetta aðeins nánar. Hérna sjáum við vetnisfrumeind. Út í náttúrunni hefur vetnisfrumeind eingöngu eina róteind og eina rafeind. Það er engin nifteind. Næsta frumefni inniheldur 2 róteindir, 2 nifteindir og 2 rafeindir og þið sjá að þetta svífur svona í kring hérna. Næsta frumefni, lithín, berilín, bór, kolefni, nitur, súrefni, flúor, neon og natrín. Og þið sjáu að myndin verður flóknari og flóknari en alltaf eru róteindirnar og nifteindirnar inn í kjarnanum og rafeindirnar svífa hérna í kringum. Þetta er ekki eins óreglulegt og þetta lítur út fyrir að vera, en við höfum eftir að skoða það síðar því að nú er þessum hluta lokið.